Stefán Ásgrímur 36 ára gamall Skagfirðingur sem búinn var að berjast við ofþyngd og matarfíkn í mörg ár og kominn á þann stað í lífinu fyrir 1 ári að það eitt að klæða sig í sokka var orðið stórmál, enda var hann þá orðinn 165 kíló, maður sem 1,67 sentimetrar á hæð. Það segja að ég hafi verið allt í lagi formi 16-17 ára. Já. Þá var maður svo lítið í frjálsíþróttunum og þótti bara sæmilega efnilegur hlaupari. Já. En svo fékk maður bílpróf og fór í skóla og Sauðárkróki, félagslífið tók yfir. Já. Rúndurinn og áfengið og félagskapur allur, svona djammið og þetta. Upp úr því fór maður svo datt maður út úr íþróttunum. Svo hætti ég í skóla, fór að vinna. 98 ég komin frystitogara, þar sem ég bæti bæði við með vöðvamassa og fitu. Já. Og síðan þá er leiðin bara leið upp á viðvíkinni á tölu. Já. Flesta feitar manneskjur þær finna ekki botnin. Nei. Við erum yfirleitt haldin ranghugmyndum að þetta sé allt í lagi. Allavega þegar við eigum að fara að reyna að gera eitthvað í okkar málum, þá erum við alveg vissum að þetta sé allt í lagi. Við séum ekkert svo slæm, okkur líði ekkert svo illa, við séum ekkert svo heilsudöpur. Þetta hljómar svolítið eins og þegar maður að tala við fíkla. Við erum fíklar. Þið eru fíklar, já. Við erum fíklar, við erum feitt. Já. Við erum fíklar í mat og við erum fíklar í sjónvarp eða tölvur. Við hreyfum okkur ekkert nema þá helst út í búð og að ískapnum. Þetta er það sem við gerum. Nú, ég var ekkert sérlega mikil fíkill í sætindi og nammi þannig séð. Það var mataræðið mitt. Ég borðaði alltaf skyndibita mat eins og allir aðrir og svo reyndar borðaði ég bara gott heilnæmt kjöt inn á milli, en maður eldaði þetta alltaf þannig að þetta varðaði einhverjum ægilegum sprengjum með svo sósu og kartöflum og hrísgrjónum og 4 tegundum af einhverju auka hjálpir mér. Maður átti þessu skekk. Það var ekki ég sjálfur sem sótti með Biggest Loser. Það var konan mín. Hún kom til mín, við vorum búin að henda hugmyndir á milloka skiluru, eiginlega bara grínast. Hún kemur til mín þegar búið að opna fyrir skráningaferli í seríu 2. Stefán, ef að ég sæki fyrir þig, ætlarðu þá að gera allt sem þú getur? Já, það er ekkert máli, ég meina, ég er örugglega ekki nógu þungur til þess, rákhugmyndir og svo líka þetta maður er aldrei valinn í neitt hvort þið er, ég get alveg svótt ég verð ekki valinn, bingo. Pínur svona hljómar sem neikvætt viðhorf til sjálfsinn. Já, það er náttúrulega ekki nýtt, maður lendir náttúrulega í því sérstaklega sem feitur einstaklingur og maður er aldrei valinn í neitt. Feitt fólk er náttúrulega bara út undan. Það getur ekki eins margt. Því nú erum miður. Stefán var valinn í hóp þáttakenda í raunveruleika þáttinn Biggest Loser og við tók þann 8. september síðastliðinn lífsstílsbreyting fyrst með 9 vikna ströngu prógrami. Steffi, þú þýtur yfir þetta. Svo sem leggur sig mest fram, hann uppsker mest. Þegar ég fer á Ásbrú, þá fer ég með það hugarfar að ég ætli að vera 4 vikur. Ekki minna. Allt minnaði það sé aumingjaskapur. Reyndar, eftir að hafa verið 4 vikur, þá náttúrulega datt fólk út og þetta orðaði að sé aumingjaskapur að vera minna en 4 vikur, það er náttúrulega ekki satt. Það var meiri átt sterkt og duglegt fólk sem datt þarna út. En samt, ég taldi að því fór þarna að vera aumingjaskapur og endast minna en 4 vikur. Já, svona fyrir þig, persónulega, já. Svo leið á 5. viku, ég var næstu sendur heim, munaði bara hálsbreytt. Já. Og svo líða bara næstu vikur og eftir og 9 vikur komnar og við erum 3 eftir. Upphaflega þegar ég byrjaði að Biggest Loser ferlið þá er ég 153,1 kíló. Í loka vigtun er ég 93,7 kíló. Og þau ég misti 59,4 kíló. Já. Þetta er eiginlega svo lýgilegt að Þetta er náttúrulega bilun. Bilun? Það er bara þannig. En hættirðu þá að borða bara? Eða? Nei. Ég var svangur einu sinni. Þannig að það ylli mér vanlíðan, sko. Það var fyrsta daginn. Við borðum 3 dag. Fyrirfram ákveðna skammta.
fengum hráefni, elduðum úr því og sem sagt fyrirfram ákveðna skammta. Karlmaður átti að fá 150 grama próteini, ákveðið mikið af fitu eftir hvað formið það var og svo fyllir upp í með grænmeti og ávöxtum. Þetta ekkert annað en nýtt líf. Gamla lífið það tilheyrir ekki lengur. Þetta bara nýtt líf, nýr lífstíl, nýjar áherslur. Ég glaðari, mér líður betur. Ég horfi miklu bjartar augum á lífið. Og ég horfi bara til fjalla þegar líður á sumarið, sko. Já. Ég ætla bara á fjöll. En það krefst mikil sjálfsaga að halda sér í formi, bæja frá sér matarfíkninni og stunda líkamsrækt og hefur þreksport, líkamsræktastöðin á Sauðárkróki, gegnt stóru hlutverki. Það var alveg greinilegt frá fyrsta degi hvað hann ætlaði sér að gera, sko. Það var ekki neitt sem var að fara að stoppa hann í þessu. Hvað það sem hann hefur sem þá aðrir hafa kannski ekki í jafn miklu mæli? Fyrst og fremst bara karakterinn, sko. Hann sko svo óbúslega jákvæður og drífandi líka bara eins og fyrir aðra. Hann bara frábær fyrirmynd fyrir annað fólk, myndi ég segja, sem er í svipuðum sporum. En það getur verið þrautin þyngri að koma sér af stað. Þetta mjög erfitt fyrir marga og þetta þarf ekki endilega að vera þeir sem eru í offing. Bara fyrir fólk að koma inn í líkamsræktarstöð af því að kannski hugarfarið þannig að það allir að horfa á mann, maður að fara að vera innan fólk sem kannski búið að vera hann í mörg ár. Ég held að stærsta, það náttúrulega mjög stórt skref að koma inn í líkamsræktarstöð ef maður allar á annað borð að gera það. Þannig ég held að hugurinn þarf bara að vera svolítið, hugurinn þarf að vera með manni og bara, ok, ég er bara að fara þarna fyrir mig, ekki einhvern annan og ég er ekki að vera að láta einhvern annan stjórna því með það hvernig ég lít út eða... Það ekkert sem segir nokkuð staðar í heiminum að þú þurfir að éta 2 fulla diska af mat. Einhver tvöfald hamborgara flikki með stórum hauga af frönskum og $2 og kóktelsósu með. Þú þarft þetta ekki.